Eins og Þorsteinn Ingi minntist á áðan, þá erum við hérna með 2 græn borð og þetta eru verðugir fulltrúar þessara nýju stefnu sem við viljum sjá í atvinnulífinu, þessi efling græna hagkerfisins. Og mér langar að beina nokkrum spurningum til fulltrúa hér við borðið hvernig þeir hyggjast og hvað þeir eru að gera í þeirri þáttöku í eflingu græna hagkerfisins. Íslensk matorka, hún með mjög skemmtilegan og nýjan hátt að efla umhverfisvænt fiskeldi og þetta mjög skemmtilegt verkefni sem færið á staðaustur í Fellsmúla. Stefania Katrín Karlsdóttir, hún hér við borðið og mér langar að spyrja hana í raun og veru hvernig matorka ætlar að búa sig undir grænkun atvinnulífsins. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Stand upp. Við hjá Íslenskri matorku við stuðlum að grænkun atvinnulífsins með því að nýta betur þau aðföng sem við tökum að okkur og þar með talið vatni. Jafnframt erum við að stuðla því að nýta betur allt sem fellur frá allri framleiðslu og þar ætla ég nefna sérstaklega vatn frá fiskeldi sem mjög næringaríkt sem hægt að nýta betur staði fyrir það að kasta því. Jafnframt leggjum við áherslu á það að við markaðssetningu afurða að það sé gengið út frá því að framleiðsla sé umhverfisvæn og að afurða okkar sé með lágt sótspor og það fótspor eða sótspor, hvort ekki. Síðan það, og þetta er svona heil keðja sem við erum að huga að öll keðja sé umhverfisvæn og sé svona þá græn. En ég vil svona nefna það sérstaklega að grænkun atvinnulífsins ætti ekki að vera flókið verkefni fyrir Íslendinga þar sem við getum sett hér á fót framleiðslufyrirtæki þar sem við nýtum endurnýjanlega orku, endurnýjanlegan jarðvarma og endurnýjanlegt tært vatn úr jörðu. Ég held að það sé óvíða hægt að finna eins góð gæði og hér. En við ætlum að halda áfram hjá Íslenskri matorku að stuðla að grænkun atvinnulífsins. Takk fyrir þetta, Stefania. Austur á landi unnið og hefur við unnið í allmörg ár með nýjungar og með annan hugsunarhátt í landbúnaði. Þau hjón í Vallanesi hafa verið frumkvöðlar í þessari vinnslu, þessari ræktun, lífrænni ræktun og ekki bara í ræktunni heldur að þau taka skrefið áfram og vinna vörurnar, búa til úr þeim endanlegar söluvörur, endanlegar matvörur og þarna menn horfa í þessa átt í hvert einasta skipti þegar mann velta fyrir sér lífrænni ræktun. Hér komin á grænaborðið Eymundur Magnússon og mig langar að spyrja hann hvers vegna bændur eigi að hugsa grænt. Eymundur, gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Ég tel nú reyndar að við værum bara í vondum málum ef að bændur myndi ekki hugsa grænt. Þá væri nú ástandið verulega svart. Og við lífrænir bændur við eigum félag sem við köllum VOR og það stendur fyrir verndun og ræktun en það einmitt inntækið í okkar aðferðum. Það að vernda jörðina leið og við ræktum hana og nýtum hana. Því við fengum jörðin í arf og það okkar hlutverka og skylda að skila henni frjósamari tilbaka heldur við fengum hana. Notkun eiturefna og erfðabreytinga ekki græn hugsun og gera hlutina til lengri tíma aðeins verri. Það allavega okkar sjónarmið þessara lífrænu. Lífrænn og sjálfbær landbúnaður að mínu mati eina raunhæfa lausnin til frambúðar. Það vantar að mínu mati algjörlega einhverja stefnumótun á Íslandi það hvert við ætlum að stefna með þessa jörð okkar og þetta einstaka land, Ísland. Og við þurfum að spyrja okkur og velja, viljum við græna framtíð eða viljum við gráa. Skammtíma hugsun eins og stóriðja og erfðabreytingar skapa okkur framtíð sem grá eða svo ég reynum kannski að vera diplomatískur, allavega á gráu svæði. Og neytendur allan heim orðnir svo meðvitaðir og vel upplýstir að við komumst ekki upp með að búa til einhverja ímynd sem engin innistæða fyrir. Og ég tel til dæmis að Kárahnjúkasvæðið hefði orðið okkur til frambúðar miklu verðmætara ósnortið heldur virkjað. Og enda var svæðinu breytt í þjóðgarð, svona eftir á til þess að setja plástur á bátið. Svona stórslys gerast bara af því að það ekki til nein stefna. Og
Og ég tel sem sagt að okkur væri betur borgið með grænni stefnu þar sem náttúran vernduð og nýtt hóflega og þar sem náttúran fær að njóta vafans þegar uppkom álitamál. Og það eru vissulega mörg tækifæri í okkar mengaða heimi og í mínum geira, lífrænu landbúnaði og matvælaframleiðslu mikill vöxtur allan heim. En því miður eru við Íslendingar eftirbátar á þessu sviði, en það landbúnaður ekki easy money, eins og talaði. Og ennþá lífrænt landbúnaður aðeins 1% hér, samanborið við 16 í Austurríki. Innflutningur matvæla hefur stór aukist, innflutningur lífrænna matvæla og að undanförnu, og það ljóst að neytendur eru orðnir mjög meðvitaðir. Ég býð því spenntur eftir því að fleiri íslenski bændur kveiki á grænu lífrænu perunni. Takk fyrir þetta, Eymundur Kjalla. Í þessari umræðu sem við hefum verið og sem betur fyrir í gangi núna vistkerfið, verndun þess og að menn haldi hlutinn við jafnvægi, þá höfum við stundum verið alltaf fyrir mig hvort þetta sé algjörlega nýtt eða hvort að þetta menn hafi eitthvað verið að velta fyrir sér áður, og það hafa menn vissulega verið að gera. Þetta nýtt en menn hafa verið að velta þessu fyrir sér áður, og í kvæðinu Bræðrabíti eftir Stefán G. Stefánsson sem var Vestur-Íslendingur, þá hann einmitt að velta þessu fyrir sér. Ég ætla ekki að fara með kvæðið hérna því það langt og mikið, en fyrir rúmum 100 árum síðan eru menn að velta þessu fyrir sér, og þar hann að segja, og ég hvet ykkur til að lesa þetta kvæði, þá hann að velta fyrir sér þessari skiptingu og þessum átökum í þjóðarinnar, annars vegar bóndan sem vill græða landið og skila því í góðu eða betra horfi hann tók við því, og hins vegar mannin sem vildi brjóta björg því að hann vildi trúða að það væri gull grafið þar í steinum. En hvað það? Hér með okkur Skúli Helgason, alþingismaður og formaður nefndar grænkun, eflingu græns atvinnulífs, og mér langar að beina spurningu til Skúla, hvernig Nýsköpunarmiðstöð hefur komið á móts við væntingar og hugmyndir alþingis grænkun atvinnulífsins? Gjörðu svo vel. Já, kæra þakkir og til hamingju með afmælið, Þorsteinn Ingi, og þið öll hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Jú, ég var svo lánsamur að leiða starf nefndar á vegum Alþingis eflingu græna hagkerfisins, og það einmitt rétt 2 ár þessa mundir síðan að ég lagði þá tillögu fram á Alþingi að slík nefnd yrði sett saman, og hún starfaði í heilt ár. Það alltaf gaman að því að í dag einmitt á dagskrá þingsins síðari umræða þessa þingsályktunartillögu sem búin að fara núna í gegnum mikla rýni í atvinnuveganefnd Alþingis, og í fyrradag náði sú nefnd einróma samstöðu það að samþykkja þessa tillögu og leggja til að hún yrði samþykkt á Alþingi. Og það kannski dæmi það að þessi mynd sem oft dregin upp á þinginu, að þar séu menn í áflugum að býta hver annan á barkan allan daginn, að hún ekki alls kostar rétt. Menn geta einmitt náð saman það að stilla saman strengi til þess að skapa framtíð sem jákvæðari, bjartari og innihaldsríkari heldur en kannski þessi átaka menning sem við höfum átt að venjast á milli umhverfisverndarinnar annars vegar og þeirra sem hafa viljað virkja náttúruna. Það þarna snertiflötur, allstaðar í kringum okkur eru menn að átta sig á því að hagvöxtur framtíðarinnar verður drifinn af atvinnustarfsemi sem í sátt við náttúruna, sem umhverfisvæn. Og það sem ég tek eftir í þeim boðskap sem Nýsköpunarmiðstöðin að bjóða okkur upp á hér í dag einmitt að þessi hugsunarháttur á erindi við allar atvinnugreinar. Það eru engar greinar sem við getum ýtt til hliðar og sagt að ekki erindi við græna hagkerfið. Landbúnaðurinn, vistvænar byggingar, veiðar með ljósgeislaneti, þetta eru frábær dæmi það hvernig við getum öll náð saman það að Ísland framtíðarinnar verður efling græns hagkerfis, og það boðskapur sem á erindi við okkur öll. Og það sem líka sterkt og áhrifamikið í þessu riti sem hér á borðunum hjá okkur þessi áhersla á siðræna þáttinn, og það talar mjög til hugmyndafræðinnar sjálfbæra þróun sem byggir á þessu jafnvægi á milli efnahagslegu þáttana, umhverfisverndarinnar og síðan samfélagslegu þáttana. Og það þetta jafnvægi, þessi tilhneiging til þess að taka tillit til allra þessara þátta við ákvarðanatöku, til dæmis framkvæmdir, sem ég held að sé mjög mikilvæg
og það veganesti sem við þurfum að taka með okkur inn í framtíðina. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta kærlega og við skilum gefa grænu borðunum aftur hérna gott klap.